Núna ætla ég að fara aðeins yfir hvernig við nýtum okkur myndbönd eins og þið finnið á síðunni hérna hjá mér. Þið getið fundið þessa YouTube síðu á fleiri en einu veg. Þið getið farið inn á YouTube og bara leitað að nafninu mínu með því að sláða inn í leit hérna. Þið getið líka fundið hana með því að fara inn í gegnum Mentor og finna þar slóð fyrir myndbönd eins og til dæmis bara þetta hér. Þá poppar upp þetta hér og þá farið inn á síðuna mína með því að slá á nafnið mitt. Þá sjáðu þið, þá endum við á sama stað. Þessi myndbönd eru í svona flokkum hérna. Recent Uploads er síðustu myndböndin sem ég hef sett inn. Þau koma í röð hérna. Síðasta sem ég sett inn er hér og svo koma þau í röð. Þannig að yfirleitt eru myndböndin sem að þið eruð að horfa á hverju sinni hér, einhvers staðar. Það er þó aðeins öðruvísi kannski ef að þið eruð að undirbúa ykkur fyrir próf og þurfið að kíkja á mörg myndbönd. Þá þurfið að fara í hvert flokk fyrir sig. Flokkarnir eru hér. Stærðfræði, mannslíkaminn sem er fyrir 8. bekk, orka sem er fyrir 10. bekk. Svo eru fleiri hérna fyrir neðan. Við erum búin með til dæmis þessa 2 í vetur. En nýjustu myndböndin fyrir hvert flokk, þau koma aftast. Og við flettum aftur með því að gera svona. Og svo getum við flett tilbaka. Þannig að það er alltaf auðvelt og þetta eru playlistar. Þetta eru svona spilunarlistar. Þannig að þegar ég smetla á fyrsta myndbandi hérna, þá spilar hún það og svo hoppar hún beint yfir í næsta myndband og næsta myndband. Þess vegna er röðin á þeim svona. Þess vegna birtist nýjasta myndbandið hér aftast en ekki fremst. Það væri heppilegt að geta snúið þessu við en því miður þá er það ekki hægt nema þá að þetta fara að spilast þá í öfugri röð sem er eiginlega verra. Þannig að það er eins. Nýjasta myndbandið er alltaf hérna aftast nema í þessum hérna flokki þá eru nýjustu myndböndin hérna fremst. En þetta er ekki beint playlisti. Myndbandið sem ég er að búa til núna kemur svo í þetta svæði hér. Þegar við erum að horfa á svona myndbönd, nú er hérna myndband sem ég er búin að slökkva á hljóðinu, hérna sjáu þið röðina í þessum playlista, að þá skiptir máli að þegar þið eruð að horfa á þetta að skilja sæmilega hvað ég er að útskýra hverju sinni og það eru nokkra leiðir til þess að svona auka líkurnar á að þið náið að skilja eitthvað að þessu. Það er í fyrsta lagi að horfa oft á hvert myndband, stoppa og þess vegna punta hjá ykkur annarkvort textan sem er hérna eða punta út úr því sem ég er að segja, glósar hinlega upp úr myndbandinu. Þið getið líka skrifað hjá ykkur spurningar ef það er eitthvað sérstakt sem þið munið ekki eða skiljið ekki að þá getið þið komið með þær spurningar hreinlega í skólan og spurt mig bara beint. Eins er mjög gott að nýta sér, nú ætla ég að fara aðeins hérna fram í myndbandið, gott að geta nýtt sér að geta spóla tilbaka. Ég er kannski að útskýra eitthvað, náðu þessi ekki alveg, þá getið þið spólað aðeins tilbaka. Hertið þetta aftur, spólaði gegnum það og svo tilbaka. Þurfið ekki að horfa á allt myndbandið aftur og aftur. Getið spólað tilbaka bara á hvert part fyrir sig. Eins skiptir máli, stundum er textin kannski óskýr hjá okkur. Það er vegna þess að vafrinn sem að þið eruð að nota er kannski stiltur þannig að þetta stillist á ekki dólega góð gæðu. Þið séu að þetta er ekkert í sérstökum gæðum hjá mér. Þetta gæti verið eitthvað þar hér hjá ykkur. En það er hægt að stilla þetta hér með því að smella hérna á hjólið og fara í quality eða myndgæði og stilla á hæðsta og þá aukast myndgæðin og þá er miklu auðveldar að lesa textan sé hann óskýr. Eins ef að myndirnar eru að ykkur liti óskýrar að þá er hægt að auka gæðin á myndbandinu. Gæðin á þessu myndböndum eru nokkuð góð. Síðan
Þriðja leiðin fyrir utan að finna YouTube síðuna fara í gegnum Mentor, það er að fara í gegnum Facebook. Það eru 3 síður sem ég hef sett upp: náttúrufræði Álftanesskóla 8. bekkur, svo náttúrufræði Álftanesskóla 10. bekkur og svo stærðfræði Álftanesskóla 8. bekkur. Þetta eru þau fög sem ég hef verið að setja inn myndbönd fyrir í vetur. Vonandi á þessum Facebook síðum eftir að fjölga eftir því sem að við bætum inn meira af myndböndum, en þessar síður, ef að þið viljið fá innlegg inn á veggin ykkar, ef að ég set inn myndband að það poppi upp á veggin ykkar, þá þurfið þið að fara í þessa, finna þennan takka hér og bæta á listi yfir ánægjuefni hérna, eða favorites. Þá, ef að þið smellið hérna, þá vaktar hún þessa síðu fyrir ykkur og þið fáið að vita. Og ef að ég set inn einhverja svona athugasemdir, að þá poppar þetta upp. Það auðveldar ykkur að muna eftir að horfa, en það hefur stundum verið að flækjast pínlítið fyrir ykkur. Á YouTube síðunni er hægt að skoða, þetta er sem sagt forsíðan, hún er með þessum playlistum hérna svona þvert. Þið getið líka smellt hérna á myndbönd eða vídeós og þar sjáuð öll myndböndin í réttri röð. Svona leit YouTube síðan mín út þangað til fyrir stuttu, ég er nýbúin að breyta henni. Þannig að gamla víguð er, eða lukkið á henni er í raun og veru hér. Nema ég sé hérna fleiri myndbönd heldur en þið, vegna þess að þau eru óskráð. Það eru myndbönd með svörum og þess áttar. Þar þurfiði að fara í gegnum Mentor til þess að finna linkana fyrir þessum tilteknum myndböndum. Þannig hér eru töluvert fleiri myndbönd en þið sjáuð. Svo eru playlistarnir hér, svona hefðbundnara útlit á playlistunum, og svo hérna í raun og veru flipar sem þið notið voðalega lítið. En svo er að gera nýta ykkur þessa þjónustu sem að þessi myndbönd eru. Það er ekki allir svo heppnir að hafa aðgang að einhverju svona, og það er bara undir ykkur komið að nýta þetta. En þá er þessu lokið.